þora að halda fram að þú í rauninni heldur í fram að sjónvarpi geti raunverulega varðveitt sérkenni og stuðlaða varðveislu. Já. Og menn fari að leggja meira upp úr því að viðhalda gamlum erfðavenjum, gamlum siðum, gamlum byggingum og svo framvegis. Það held ég, þegar maður sér hvað það sem hægt að varðveita, þá vill maður loksins fara að varðveita það. When you see something valuable, you become a conservative. Because you want to halda í, þá maður íhaldsmaður. Nú ert þú vanur, þú byrjar raunverulega að nota pennan og síðan ferðu yfir í sjónvarp í gegnum kameru. Já, og tölvu, já, ægilega gamla tölvu. Orson Welles lýsti því þannig að ljóðskáldi notaði blýant en kvikmyndagerðarmaður þarf her. Ekki oft alltaf erfitt að brjóta sig gegn þennan Berlínarmúr, að það að segja frá hugmyndinni og yfir í það að framkvæma með öllu þessu tæknilega þessum her manna, er ekki svolítið erfitt að framkvæma hugmyndina eins og þú vilt? Það öðruvísi, en þetta alveg eins og allt sem að þróast. Fyrst var skaldið sem bara talaði og svo þurfti skaldið að nota blýant og þá kom eitthvað á milli, auðvitað. En maður læra að nota þetta. Með sjónvarp þá hægt að sýna í stórum stíl hvað maður vill segja og lofa fólk að sjá það líka. En best að hafa sjónvarpsþátt og bók með. Af því þetta ekki það sama. Það hægt að the one strengthens the other, finnst mér. Og það var best með vikingaþættina og biblíuþættina að hafa bók með. Og þegar maður notar bustan svona, þá hægt að skrifa undir mikið meira. Setja meira af hverju segi ég þetta. Já, nú veit ég ekki. Þú eitthvað að móta sjónvarpi? Nei. Ég er bara svona að viðra hugmyndir sem að... Þú ert advocatus diaboli. Já. Djöfullinn sjálfur, kannski. Já. En annað sem að menn hafa óttast er það að sjónvarpið raunverulega geti haft neikvæð áhrif á aðrar kannski greina, sérstaklega bókina. Ertu hræddur það? Er þetta keppinautur við bókina eða er þetta framlenging? Þeir segðu þetta fyrst þegar sjónvarp kom. Nú myndi enginn tala. Fólk myndi hætta að tala saman. Fólk myndi hætta að lesa bækur. Fólk kaupa miklu fleiri bækur núna en nokkuð tíma gerðu fyrr. Af því það er búin að kveiki í þeim. Hugmyndir er búin að kveikjast. Og þá fer man til bækur til þess að lesa meira um það. Að vita meira. Þetta er mest kveikið sem til er. Þetta er hungurvaka. Finnst mér. It's all about concentration, this game. We're asking you to concentrate for 2 minutes harder than probably you've ever concentrated before. And the person who is there to help you concentrate is me. I want you to keep looking at me. If you find yourself getting into this past spiral, your eyes start lifting heavenwards. Past. It's happened. So keep looking at me. I'm off camera and I'm waving my hands at you, anything to jerk you back into concentration. We're here to bring out the best in you. We're not here to find out how bad you are. We're here to give you an opportunity to show how good you can be. And the best result from our point of view is if all of you feel I have done myself credit. I have brought out the best of myself, whether I won or lost. That is the real satisfaction of the game. I may say you've got less than a minute in the second round, so don't be too worried about the score. You've passed on to the origin of the expression A1 is in fact from Lloyd's of London, who used the expression ships were graded according to the risk in insuring them. And the special name given to plants that can grow in soil with a high concentration of salt is halophyte, from the Greek halos, meaning salt. Thank you very much, Mr. Bailey. And now, Mrs. Mary Hunt, please. Retired nursing auxiliary from the famous Queen Victoria Guinea Pig Hospital in East Grinstead. Lives in East Grinstead, scored 9 on the silent films of the 1920s. Mestarinn eða snillingarnir, hvernig var sú hugmynd til? Það var BBC maður sem bara datt þetta í hug að hafa það svona og hann bauð mér að pröfa hvernig þetta myndi takast. Það var fyrir 16 árum. Og það er ennþá á gang á hverju ári.
Við erum bara í halva ári og það ægilega gaman. Já. Af hverju? Ég var svo frægur af því. Svo gaman að vera frægur. Það hjálpar Ísland svo mikið líka. Ég orðin svona professional Islander hérna. Allir vita ég Íslandingur og það hjálpar. Það þýðir það að menn búa á Íslandi. Í sambandi við Mastermind aftur, hvað er það svona í gerð þessa þáttar sem að þér finnst skemmtilegast? Að vita hvað ósköp mikið annað fólk veit og hvað það nenna að vita hvað þeir læra, hvað þeir finnst gaman af að læra, hvað hugurinn getur gert, hvað þessi tölva hérna getur haldið miklu og svo þegar spurningin kemur eins og skott að geta riflið í gegnum þetta og finna það. Svara svona. Það er merkilegt. Það er heilin af mannum, það er merkilegast sem til er. Magnús, nú ert þú líklega frægast Íslendingur sem ert uppi í dag. Hvernig er að vera frægur? Ægilega gaman. Já, ég finnst mjög gaman að vera frægur. En það fer líka eftir því af hverju er maður frægur. Þegar þú ert í sjónvarpi, þá ertu bara frægur af því að vera frægur. En það hefur miklu meira að segja, hvað gerir maður með frægðina? Og það sem heppilegast er með frægðin frá sjónvarpinu er það að þegar ég kem fram sem Íslendingur og þegar ég er að tala sem Íslendingur, þá hlusta fólk meira en þeir myndi gera ef ég var ekki frægur. Það er það besta með það. Nú ert þú náttúrulega líka einn af þeim sem getur nýtt sér frægðina á kannski miklu jákvæðir hátt af því að þú ert náttúrulega, þó þú viðurkennir ekki úr sitt fræðumaður, þá ertu náttúrulega alltaf að grúska og kalla fram nýja fleti. Þannig að þú hefur eiginlega náð því að vera bæði frægur og samt alltaf eiginlega fullkomlega skapandi. Ertu sammála þessu? Hefur þetta ekki hjálpað þér að eiginlega fá miklu meira út úr frægðinni því að það er náttúrulega eins og þú veist mjög algengt að fólk verður frægt og fær ekkert út úr því og jafnvel sko glatar ýmsu öðru sem það hefur kannski hafði áður. Ég fengi mikið út úr því að því frægðin gefur mér tóm til þess að vinna meira, að grúska meira og gefur mér tóm að gera það sem ég finnst hefur mikið að segja eins og að skrifa sögurnar. Já, það var gott. Fame has been good to me. Fyrir Íslendingar á Íslandi hefur þetta alltaf verið ómetanlegt vegna þess að til dæmis þegar Íslendingar fara til Vesturheims þá fara þeir alltaf í sveitirnar í staðinn fyrir að kannski fara meira í borgirnar og þeir hafa ekki eignast í raun og veru neina málsvara, öfluga málsvara á erlendri grund fyrir en að þú kemur til skjalanna. Hvernig að finnur þú til þess að þú ert í rauninni að vissleiti brautryðjandi á alþjóðavettvangi að skýra út málstað Íslendinga? Nei, það er ekki svona uppi á. It's not a very self-conscious thing. Aðrir Íslendingar hafa gert garðinn frægan eins og Snorri Sturluson og allir hinnir. En það er gott að geta gert það. En það er nú alveg frægir Íslendingar núna eins og feður drottningar og we have the beauty, we have the brawn and we have the brains. Hvað annað þarf Ísland? Engu að síðu þá bæði ertu geysilega vel í stakk búin til þess að vera svona til þess að eiginlega fjallum Ísland á alþjóðavettvangi. Þú hefur tengsl, þú ert raunverulega alveg rótgróin hér í bresku þjóðfélagi sem er náttúrulega í miðpunkti alheimsins og þú hefur náttúrulega unnið geysilega mikið starf í það að kynna Ísland, alveg gert ótal sjónvarpsþætti og gert þessu landi skil betur og meira heldur en allir aðrir. Finnst þér að Íslendingar kunni eða meti þetta velleikum? Þetta starf þitt? Já, allir svo góða við mig. Ég fengi fálkaorð og mér finnst að fá íslenska fálkaorð er æðsta heiður sem nokkur maður getur fengið. Það fannst mér mjög vænt og það sýnir það að þjóðin þekkir og vill segja og vill þakka. Já. Hvernig er að vera Íslendingur? Það er að eiga sögurnar, yfirleitt. En ef ég má, mér langar að vitna í bók. Því miður er það bókin mín. Þetta er bók sem ég skrifaði á ensku, Iceland Saga, nýkomin út úr íslensku, landið, sagan og sögurnar.
Og Vigdís Finnbogadóttir, forseti Íslands, skrifaði inngangsorð, mjög falleg inngangsorð til bókina. Og hún spyr þar, hvað það að vera Íslendingur? Og það segir hún, að vera Íslendingur meðal annars að gleyma aldrei uppruna sínum. Það að gefa sér tíma og tóm til að afla sér vitneskju fortíð þjóðar sinnar, söguna af mönnum og málefnum eins og þau hafa komið fyrir sjónir aldir. Þar til að okkur sjálfum komið til að skapa okkur eigin samtíðarsögu sem verður saga framtíðar. Að vera Íslendingur að minnast þess sífellt að við búum ekki hér á harðbalanum fyrir tilviljunum. Að okkur hefur tekist að virkja til vináttu land sem langan aldur var íbúum þess ansnúið. Að vera Íslendingur að gleyma því aldrei að ekki nema tæp hálf öld síðan við bjuggum við útlenda stjórnsemi sem sjálfstætt fólk má ekki til hugsa að gangi yfir sig aftur. Þetta sagði forsetinn og þetta rétt. Mikil breyting á þessum tíma hvað að því leyti að Bretar vita meira Ísland heldur en áður og Íslendinga? Þetta alveg gjörbreyst síðustu 30 árin sko. Fyrst auðvitað voru þorskastríðin og þá fyrst áttu fólk hér að Ísland var mennskt land. Það voru menn sem bjuggu á Íslandi sem hafðu alveg svona áhyggjur sem þeir hafðu, hvernig á að lifa, hvernig á að búa. Og svo síðustu árin þá höfðum við fegurðardrottning okkar, Hófi, og svo kom Jón Páll Sigmarsson, sterkasti maður heimsins af sjónvarpi, og svo auðvitað var Gorbatsjov og Reagan þegar þeir koma heim í fyrra. Það var ekki bara að þetta var svo góð auglýsing fyrir Ísland að Ísland væri til, en að Íslandingar gætu gert þetta á 10 dögum. Að bjóða heiminn heim með allt þetta nýtt og teknísk sem til Og svo líka það svo mikið af nýjum þýðingum af Íslendingasögunum og það svo mikið að segja. Gamlar þýðingar eins og William Morris og George Dasent á Njálssögu, þeir voru dálítið svona annarlega líka, arkeist, gamaldags. En núna flest allar mestu Íslendingasögunar til á góðum, nútímum ensku og ódýrum útgáfum. Og það hefur mikið að segja. Nú þegar fólk verður í háskóla til að lesa ensku, þá kaupa þeir automatísk og þeir kaupa þýðingar af Íslendingasögum líka af því þetta allt partur af þeirri lærdóm. Þegar þú byrjar að þýða til dæmis Njálssögu með Hermanni Pálssyni, sem náttúrulega var bæði stórkostleg hugmynd og stórkostleg þýðing. Varstu meðvitaður það að þú vildir opna sögu þennan fjársjóð fyrir heiminum? Já, ég held það nokkru leyti. Það var líka það að ég vildi æfa mér á ensku. Af því ég var þá blaðamaður, ég var á Scottish Daily Express og að skrifa blaðamennsku, það fer dálítið illa með málið sem maður skrifar og það svo góð þjálfun í að þýða og auðvitað byrja maður á mestu og stærstu þegar maður ungur. Ég skammast mér fyrir núna að hugsa sér að ég ætla að byrja að þýða Njálu, ekki eitthvað smátt. Og ég þýddi þetta heima hjá mér, ég var svona 3 ár að þýða og svo fannst mér ég ætti að hafa fræðimann með og fór til Hermanns í Edinborg, Hermann Pálsson, professor, og hann lagði þetta fyrir mig og síðan fórum við bara að vinna saman og við þýddum 4 sögur saman. Það var eftir Njálu kom Laxdælasögur og svo 1966 það var 900 ár síðan The Battle of Hastings
og þá þýddum við Haraldssögu konungs úr Heimskringlu og svo senast þýddum við þessar tvær Vínlendingasögur, Grænlendingasaga og Eiríkssaga. Af því þá var farið að grafa upp á Nýfundnalandi, þá var allir farin að tala hvort víkingar fóru nokkur tímann til vestur til Ameríku og þá var Vínlandskortið greið, það var komið út og allir voru að tala þetta og það var, ég held að það var gott að hafa textan til svo fólk getur lesið þetta á ensku. Segðu mér nú margt spauðilegt í Njálu og gaman að lesa þýðinguna. Maður þetta einhverju sérstök atviki þegar þú var að þýðana, nú til dæmis sem að vafðist fyrir ykkur? Við vissum ekki einlega hvað mikið átti enskan að vera latnesk. Og maður getur reynt að vera mjög svona fornenskt í því, bara nota stutt orð. En Njálssaga sjálf, hún svo djúp. Maður verður að nota allt orðaval sem hægt Eina sem mér fannst mest erfitt, og ég ekki dúsað ennþá, og það hvernig á að þýða fögur hlíðin. Þetta óþýðilegt finnst mér. Ef maður segir á ensku, how lovely the slopes are, þá það svona ógunnarslegt. Hann myndi aldrei segja þetta. En ef maður segir þá á svona fornensku, fair is a lithe, sem kannski engin sextensmaður myndi segja, þá það óenst einhvern veginn. Og það var ekki, ég hef aldrei verið dús með hvernig ég þýtt how lovely the slopes are. Því miður. Segðu mér víkingatíminn, nú gerur þú mikla sjónvarpsseríu víkingana og skrifar bók og segðu mér, hvað það við víkingatíma sem að höfðaði til þín? Fyrir utan það að vera náttúrulega okkar arfur. Ég held það það sama sem núna gerir víkingar af the Vikings are becoming popular eftir 1000 ár. Allir var blamra víkinga og segja þeir voru bara að nauðga fólk og stela og brenna. Allt í einu núna eru víkingar orðnir góðir kallar. Og gott að segja að ég víkingur að erli og ég held þar að því fólk að pólitísk allt að breyta hérna í Breitlandi. Nú vilja allir vera entrepreneurs, sko. Og víkingar voru entrepreneurs. Þeir sýndu hvernig að nota heiminn, að ekki bara taka frá heiminum en að gefa líka og to use energy. Og þessi energi sem var í víkingaöldinni, sem núna sér maður í olíu frá Norðursjónum. Þetta alveg það sama, að nota þennan norðurenergi til þess að breiða út menninguna og heimsmyndina sína. Og nú vilja allir segja, já, nafn mitt ekki víkinganafn, ég alltaf að fá bréf frá fólki, segja, getur kannski rakið nafnið að sína það að ég víkingur að erli. Segðu mér sögurnar okkar. Hvers virði þær í raun og veru fyrir heiminn? Núna þegar það verið að þið eru að opna, og þú og Hermann þegar við opna þær í raun á nýjan leik með gert þær nútímalegri og aðgengilegri. Hvers virði eru þessar sögur? Fyrir aðra en Íslendinga og norræna menn. Ég haldhrættur að ég þarf að snúa mér að enskunni ef ég þarf að hugsa mikið sögunar. Fyrir bara ensku. Af því íslenskan orðin svo ryðguð hjá mér. And the sagas, to me, are the most profound explorations in medieval literature of the human condition. The saga writers, they understood the imperatives of behavior better than any other literature that I know. They bring out what is in all of us in a highly dramatic form. And by reading them, you understand more about yourself, even though the circumstances are to a large extent different. But if you think of the kind of way in which they lived, the kind of conditions that they had to live by, to live with difficulty, to live with choice, this is what the sagas teach you. And that to me is their enormous strength
as literature. Hvernig að fara úr að þýða Njáli yfir í að þýða til dæmis Kristni Halldóri Jökli? Það að fara á milli konga. Já. Laxness svo special. Það enginn sem skrifar eins og Laxness. Og það finnst mér bara best að Bretar ennþá kunni ekki að meta hann nógu vel. Ég veit ekki hvað það er. Það kannski að Bretar hugsa alltaf bókmyndir sem stórveldisbókmyndir. Þeir vilja lesa bækur sem er skrifað á Þýskalandi eða Rússlandi eða Japan eða Ameríku en ekki á smærri þjóðum. Og þeir hugsa lítið til Skandinavíu sem menntaheim, því miður, eins og stendur. Eins og Laxness er þekktur allan heim, nema á Bretlandi. Það ekkert núna á Bretlandi á prenti eftir hann. Og það finnst mér sorglegt. Hvernig metur Halldór Laxness sem höfund í nútímanum? Númer 1. Ég þekki engan annan rithöfund sem hefur the same depth, the same breadth, the same irony. To be able to look at things with one eyebrow raised and with the other to look right into the heart of everything. He understands people, women especially. He is the great communicator of the human condition as the saga writers were. Fyrirgefðu, ég fór í enskuna. Það alltaf. Þú var stundum talað að sögurnar hafi verið skrifaðar af írskum þrælum afrek norskra og skandinavískra víkinga. Heldur að þessi írsku áhrif séu grundvöllurinn á okkar ritstörfum? Ekki grundvöllurinn, en það merkilegt að það var þó nokkuð af írsku blóði sem fór til Íslands. Og Írar hafa jafn gamla að segja sögur, segja frá, eins og Íslendingar hafa alltaf haft. Og það getur vel verið að eitthvað kom með. En ég trúi lítið af þessu svona national characteristics, að af því maður er íri, þá finnst maður gamla að segja sögur. Það getur vel verið að eitthvað fór til Íslands með þeim. En ég held að undirstaðan fyrir sögnar er öll önnur. Það er pólitísk og það er landfræðilegt og það er kálfskinn og það er tíma og það er kuldan. Og það er líka það að kirkjan þurfti að kenna mönnum að lesa og skrifa á íslensku af því fólki komst ekki til kirkjur. Og það gerðist ekki nema á Íslandi. En það er ekki hægt að segja það er af því það var írsblóð eða það var af því það var norskblóð. Nú voru víkingarnir heiðnir upphaflega. Já. Hvað hefur heiðnin og þessi norræna goða trú, hvað er hún sterkur, hvað var hún mikið forsenda fyrir okkar menningu, gamlu menningu? Ég held að þegar við komum að víkingaöldinni, við skulum segja það byrjar á 8. öld, þá var hún ekki sterk, hún var ekki formlegt, það hefði verið miklu sterkara trú Kristburð þegar Tacitus er fyrst að skrifa Germaníu, þá var það miklu sterkara. Þegar við komum að fund Íslands og á þann tíma, þá eru gamlir guðirnir orðnir vinir. Maður er ekki hræddur, maður var ekki guð hræddur. Við vorum að vinna til vináttu við guðirnar, miklu meira. Og það sýnist líka því að kristntakan var eiginlega auðveld hér á Íslandi af því það var ekki svo mikið, það var ekki djúpt í hjartamönnum, ekki goðafræði, en að trúa á landvættum, það var sterkt þá og enn finnst mér.
Heldur við mista miklu þegar við skiptum með trúarbrögð? Ekki mista miklu, nei, en nostalgi pour la boue, sko. Mér finnst ægilega gaman af Þór og Óðni og þessi kallar. Og ég held að það svo mikið, við skulum segja, í hávamálum sem menn geta lifað alveg með, sko, að það passar fyrir mig þegar ég ekki kirkjumaður, ég varla trúaður, þó fjölskyldun mín er vel trúið og kona mín safnaður öldungur hér í litlu kirkjun okkar. En ég trúi heldur á svona þetta hávamála orðtækin svo deyr fé, deyja frændur, deyr sjálfur eitt sama, orðstýr. Þetta framtíðin fyrir mig, orðstýr. Ekki að hugsa sér í gömlu himnaríki, ég verður að segja. Hvað tengjast í raun og veru Íslendinga mikið víkingaöldinni? Það var alltaf á jaðrunum. Það voru aldrei gerðar út víkingaferðir frá Íslandi. Ungir menn myndu fara frá Íslandi til Norðurlanda og kannski verða víkingar í 1 sumar, 2 sumar, eitthvað svoleiðis. Eða Egill Skallagrímsson verður professional víking. En yfirleitt var það ekki, þeir voru ekki að vera víkingar að verkum, en þeir fóru með, það sem þeir fóru með var arfurinn, víkingaarfurinn, menningaarfurinn og söguarfurinn, the folk memory fór allt til Íslands og þetta var allt skrifað á Íslandi og ekki á öðrum stöðum. Við finnum ekkert stórt á Íslandi eins og Ösebergsskipið, við finnum bara smátt þarna, en arfurinn þar, sterkastur á Íslandi en nokkuð annar staðar. Nú hefur verið líka mjög gert meðal annars sjónvarpsseríu Biblíulandið. Já. Ertu að leita að upprunaðinum og uppruna okkar, það svona það sem að vekur mest forvitni þína? Já, með Biblíuna var það bara að mér finnst að Biblían mesta saga sem til og ég hugsaði Biblíuna sem saga og hvað getum við vitað hvernig fólk voru á þann tíma og ég vildi sjá hvað fornleifafræði og annars sem historians hefur skrifað þetta, hvað það myndi segja okkur meira Biblíuna sem alveg sérstakka bók, ekki sem trúarbók en bara sem saga. Og ég fór að leita og ég verið svo heppinn í allt mitt líf að fólk borgar mig að fara að finna út sem blaðamaður og segja frá og mér finnst ægilega gaman að segja frá. Hvers virði sagan, mannkynssagan, hvers virði það að geta sett hlutin í sögulegt samhengi? Já, fyrir sjálfum mig, ég get ekki hugsað mér að vera til án þess að vita hvernig ég varð til og hvaðan ég kominn, to have a background. Það eins og að hafa heimili, þá þarf að vita hvað það þýðir, það þarf að þekkja nöfnin af fjöllunum, það þarf að vita hvar maður stendur í heiminum. Og það ekki bara hvað maður stendur á jörðinni en hvernig ræturnar eru. Það er ekki hægt að rækta tré án þess að tré getur sett niður rætur og þessar rætur sagan. And if you want to grow straight, you need deep roots. Nú stundum talaði að Ísland hefur verið lýst sem fyrsta nýja þjóðfélaginu. The First New Society, að því leyti að þetta fyrsti áfangin í leit manns að nýja heiminum. Já. Heldur að þetta hafi mótað okkur Íslendinga að vera ekki bara
raunverulega ekki hluti af gamla heiminu, þó við tilheyrum Evrópu heldur hluti af nýja heiminum? Það lítur að hafa gert það, sko. Af því það sem þeir gerðu þegar þeir kom til Íslands var að þessi merkilega pólitískur experiment að hafa ekki kóng, þar sem allir aðrir þurftu að hafa kóng. Og að reyna að gera svona fyrir 1100 árum síðan, þegar engin aðrir voru að gera það, auðvitað mótað Íslendinga, að þeir taka ekkert, they take nothing for granted. Bara því einhver hefur gert þetta í 1000 ár þarf ekki að gera það áfram í 1000 ár. En það þarf að vita hvernig það var gert. Ef að Hrafnarflóki hefði aldrei fundið Ísland, eða ekkert Ísland verið til, hverju hefði það breytt í heimsmenningunni? Það er nú erfitt að svara þessu. Það er eins og að spyrja, ef að eitt blóm í garðunum deyr, hvernig myndi það vera öðruvísi? Auðvitað ef að Ísland hefði ekki fundist, þá hefði eitthvað annað land gert þetta allt. Af því nature abhors a vacuum. Ef einhver gerir ekki neitt, þá kemur annar og gerir það í staðinn. En þá hefðum við ekki haft eins fína heild lífið eins og Ísland hefur gefið heiminum, finnst mér. En ég hugsa ekki oft út í ef ekki hvað þá. En stundum það gaman í sögunni að hugsa sér ef eitthvað hefði gerst. Ef við skulum segja, ef Haraldur Harðráði Sigurðsson, Noregskonungur, ef hann hefði sigrað í Englandi á Stamford Bridge árið 1066 og það var hann og ekki Harald Englandskonungur sem var að berjast á móti Normannum í The Battle of Hastings, hver hefði unnið þá? Ég segi Haraldur Noregskonungur. Auðvitað myndi hann hafa sigrað. Þá hefði Bretland og England verið allt öðruvísi en þeir núna. Við höfum komið beint inn í EFTA og ekki inn í EC í fyrsta lagi. En þá allur menningur Bretlands hefði verið öðruvísi. Það er skemmtilegt að hugsa út það, en it's pointless. Segðu mér, hvað svona fannst þér skemmtilegast að gera í sambandi við til að vinna víkinga þáttunum? Hvað var það svona sem að kom þér mest á óvart? Var þetta allt saman eins og það hafði búist við? Eða lærðurðu nýja hluti sem að svona kenndi þér að horfa á þetta með öðrum augum? Ég hefði aldrei komið til Rússlands fyrr. Ég hefði aldrei hugsað mikið út í hvað víkingar gerðu þarna þegar þeir fóru austur frá Svíþjóð. Það var nýtt fyrir mig, það þurfti ég að læra. Og það er eiginlega ekkert gaman að gera sjónvarpsþætti nema maður sé að læra sjálfur. Ég hætti að fara í þessar fræjar söguferðir. Þegar eitt ár fann ég það að ég var að segja alveg það sama eins og ég sagði í fyrra. Ég var ekkert að læra meira og það hætti ég við það. Til þess að geta sagt frá, þá þarf maður að finna út alveg nýtt eins og var í gær. Það heyrðu, ertu búin að heyra? Ég þarf endilega að segja þetta er nýtt. Ég er rétt búin að þetta í hug. Það er ekki hægt að bara segja aftur og aftur það sem ég er búin að segja fyrir. Í rauninni er það ótrúlega hvað þegar maður hugsar út í það, hvað víkingarnir voru víðförlir. Já, og hvernig fóru. Það var eitt annað sem var svo skemmtilegt þegar við byggðu skip í Noregi til þess að það átti að vera svona hálft eða 7/4 eins stórt eins og Gokstadskipið. Og ég fór á þeim skip og fór að róa og svoleiðis. Og þá fannst manni hvað það var að vera víkingur, hvað það var að vera Skandinavi á þessum elskulegum skipum, fallegum skipum, að nota vöðvana og vera karlmaður aftur. Og þá, maður gleymir stundum að kannski það var bara að vera víkingur var að lifa með að finna, to feel the wind in your hair, to feel the world as your eyes to the sea, you're in control of. Það var að vera víkingur. Og maður gleymir þessu, hvað það var gaman, bara að sigla og vera maður. Storminn í fangið. Já. Ís í skellum. Og svo koma heim. Svo víkjum okkur að öðru. Nú eru skipta skoðanir það hversu svona traustum grunni, eða traustum fótum íslensk menning standi til frambúðar. Lítil þjóð, langt út í höfum, með 1/4 milljón manns. Ertu bjartsýn fyrir hönd íslenskrar menningar?
heldur að við eigum eftir að halda okkar sérkennum og jafnvel takist að rækta þau í þessum heimi sem alltaf að verða meira og meira eins og meira svona kannski svona einhæfari af þessu leyti. Það er eitt orð sem ég einlega hættur að elska og það er orðið menning. Mér finnst að fólk tala alltaf mikið þetta og alltaf hnóðum menningin nógu sterk. Það á ekki að tala það á að gera það og maður sér það og síðan Ísland opnaðist upp eins mikið eins það hefur gert síðan síðasta stríðið. Þá hefur blossað upp allt þetta bækur og listmál, mállist og málarlist. The arts in Iceland are flourishing as they've never done before. And that is as a result of opening up to the open world. How can I be pessimistic when I see this happening? Og af hverju Íslendingar svona pessimistic? Ég skil ekki. Segðu mér, nú finnst mér að þú sér búin að þín afrekaskrásjörðin æðilöng. Ertu að draga í land eða ertu með einhverjar fleiri svona, hvað ég maður segja, stór afrek á prjónanum? Já, ekkert nýtt, bara miklu meira af því sama, vonandi. Ég þarf að ljúka við að þýða Íslandsklukkuna sem ég er búinn að lofa Halldór að gera og ég þarf að ljúka við að þýða Gísla sögu sem næstum því búinn og svo er ég að vinna núna á því að safna lexikon norræna goðafræði. Það er ekki til á neinu máli sko, sem orðabók og það er ægilega gaman að því nú þarf ég að fara að lesa aftur allt úr Eddunni og svo langar mig að þýða eða gera á ensku bók sem myndi vera nokkuð konar landið þitt fyrir enskumælandi fólk sem fara heim til Ísland sem vilja vita um bæ og borgir og allar sögur sem tilheyrir þar. Svo það er nóg að gera, já. Talandi goðafræði, hvaða erindi á goðafræði í dag til samtímans? Eru þarna einhverjar perlur, fjársjóðir sem að við þurfum að vera vel heim í? Þegar maður hugsa sér hvernig var að búa fyrir, við skulum segja, 2000-3000 árum, þá vissi menn bara að það var erfitt. Þeir vissu að eitthvað gæti alltaf komið fyrir sem þeir ráðust ekki við. Og auðvitað var það, þá var það rétt að hugsa sér að það var einhver sem var að gera þetta. Og þá átti að vinna til vináttu við þessa mann eða hvað sem það var sem gerði þetta. Og it's a matter not so much of worship as of propitiation. If you don't understand something, at least don't anger it. And find some sort of consolation. The darkness is the only thing that people have always been afraid of. The darkness of outside the home, outside the fire. You didn't know what was out there. Goðafræði, the idea of a mythology was always to create that into pictures which you could understand. So that you could understand the inexplicable somehow or other. And that's the value of it, because it's as relevant today, even though our fears, our monsters are different. They're still there. And they're perhaps more man-made than they were. But always, in every civilization, in every age, we've tried to turn the unknown into the knowable. No, Norse mythology did that exactly the same way. They couldn't understand what death was about. So how do you conquer death? You conquer death by no longer being afraid of it. You conquer death by inventing for yourself a way of looking at the far future. Now, each man made his own way. To my mind, the one thing that matters after death are orðstír. It's not living in some happy paradise for all time, but it's living in the people that you leave behind, living in your children and your grandchildren, and hoping that they will do honor to what you have done, as I try to do
people who came before me, to honor their work and make sure that other people know about it. Í þáttunum þínum við Víkingana þá segirðu að Ingólfur, eða sagðir að Ingólfur Arnarsson landnámsmaður hefði gert allt rétt, meðal annars það að kasta út, að varpa fyrir borð öndvegissúlunum svo að landvættirnar getur sjálfar ráðið í hvort og hvernig hann svona, sem sagt, hans aðkomi bæri að. Já. Getum við lært eitthvað nútímamenn af þessari tillitssemi heiðingjanna við þið ókunna? Já. Að vera kurteis, alltaf. Að það sem þú þekkir ekki þarf ekki vera verra. Að allt sem þú þekkir ekki hefur alveg eins mikið rétt að lifa eins og þú hefur. Og þegar Ingólfur fer til Íslands, hann veit ekki hver býr þar, hvaða vættir eru þar. En hann varpar öndvegissúlur til þess að biðja hvar má ég koma, hvar verði ég velkomin. Og hann trúði á þessu sjálfur. Og með því ég trúi því sjálfur, ef þú trúir nógu vel í þessu, þá kemur einhvers konar, ef ég má fara í enskuna, you get such confidence in having done it properly that what you then do flourishes because it is built on the rock of the confidence of your own faith in yourself and in your own kind of culture, your own kind of belief in whatever gods you believe in. Að lokum, nú ert þú mjög bjartsýnn fyrir Íslands hönd og svona eiginlega svona hvernig nokkuð ánægður að því virðist hvernig Íslendingar hafa staðið af ýmsu sínum málum. Eitthvað svona lokum sem að þú myndir vilja einhver boðskapur sem þú koma á framfæri? Nei. Svona lokum. What is the meaning of life? Nei, það ekkert meira. I'm not a prophet. I am an observer. I like what I see. I hope it continues. Magnús Magnússon, ég þakka þér fyrir.